Hæ. Þetta Ari Jósefsson og núna ætla ég að tala sápukúlur. Sápukúlur sem við búum til sjálf. Lífið okkar og hvernig við viljum vera og hvernig við þróum lífið og hvert blómið færist þessi sólin fer og bara allan heiminn. Þetta verður svona aðeins öðruvísi spjall út af því að ég ætla að tala glansmyndir og hvað heimurinn ljótur. Það byrjum á því að ég ekki vandamálið, þú ekki heldur vandamálið og þarna komast og rekast steinar á og kemur sprengja og þar byrja meðvirknin. Og meðvirknin þannig að maður sko bara, þú veist, það farið að vinda á sig og maður orðið fangi annarra og maður fær ekki að vera maður sjálfur. Enda, eins og öll þið vitið, ég búinn að vera trúður öll þessi ár og búinn að vera að vinna í mér alveg bara í meira en 5 mánuði og að reyna að brjótast út. Ég að reyna að brjóta sko alla múrsteinana. Ég að reyna að komast út, fá frelsi, fá mig aftur og það gott að trúa því að þegar maður hefur engan þá verður maður að hafa eitthvað til að trúa á. Og meðvirkni, andlegt og líkamlegt ofbeldi og það kemur ekki bara svona á einum degi. Þetta búið að þróast í mörg herrans ár, 20 ár, nei, 16 ár, núna 2020. Og auðvitað það mér að kenna líka. Ég með geðhvörf og hef reynt að svipta með lífi og lent á gjörgæslu og þá náttúrulega lendi ég svolítið í klípu. Þá fara allir hinir að vera meðvirknir sem mig og ég verð ofvendaður og ég fæ ekki space til að fá að lifa mínu lífi sko. Þú veist, minn tíma, mína hvíld og þú veist, minn bara svona my time. Og svo upplifir maður það sko eins og maður sé fangi og maður einhvern veginn bara svona bara maður fer og maður verður svona smá saman klikkari í hausnum að maður fer bara að upplifa sig sem fanga. En þetta náttúrulega ekki upplifun, maður verður fangi. En ég skil það líka vel. Fólk maður dæmdur strax alveg leið þegar maður segir að maður sé með einhvern þennan sjúkdóm, þá ertu dæmdur strax og þú bara getur ekki bakkað frá því. Þú bara, þú með geðhvörf, já, ég búinn að tala við læknana, já, það ekki það. Farðu bara að hlaupa og þetta, ég bara, já, það ekki hlustað á þann sem þarf aðstoð. En það alltaf hlustað á hina sko.
en ég einhvern veginn sko upplifa þannig og svo fór ég að sjálfgreina mig og allt þetta og fór að skoða alveg bara ok, maður er vaktaður og þangað til maður er sofnaður og þú veist maður verður sko ruglaður og maður verður einhvern veginn sko samt sem áður miklu sterkari fyrir vikið. Maður fær meira sjálfstraust, maður fer að vera hvatvísari, maður fer að vera svona að brjóta múrana og fer í hlutverk, maður er í þetta, þú veist, og þetta og maður verður svona einhvern veginn sko bara maður býr til einhvern karakter sem er ekki ég er alltaf að búa karaktera sem ég get svona notað til að vera einhver annar en ég en samt er ég hér en samt fer ég alltaf í verð trúður og er alltaf sem trúður og það er það sem ég er að reyna að byggja grunninn af og hætta að drekka þannig að það tekið meira mark á manni en mér finnst það ekki vera nóg það er eins og maður þurfi að búa til eitthvað rosa veldi svo að sé tekið mark á manni út af því að þetta er náttúrulega mörg ár og maður fólk hefur áhyggjur af manni hvort maður sé, þú veist, en það eru 10-11 ár síðan að ég lenti inn á gjörgæslu þannig að núna í dag vill ég lifa. Ég þrái ekki heitar en að fá að lifa og ég er búinn að vera að berjast alveg við kerfið í 3 ár út af því ég vill fá að lifa og búinn að vera alveg bara að sjúkdómsvæða mig og ég hélt ég væri komið með þetta, þú veist, og það er allt, þú veist, í öllu læknaskýrslunum þá koma allir læknar fram við mig eins og ég sé með paranoju og þetta, að því að þeir skrifa alveg þetta, allt niður sem þú talar, þeir skrifa allt niður og ég bara einhvern veginn fór til heimilislæknir og það leið yfir mig og fór til heimilislæknir og var að tala við hann og hann fyrir að lesa sjúkraskrána. Já, hann Ari Jósefsson var að horfa á Symbolive og hann hló svo mikið að hann leið yfir hann og rótaðist og náttúrulega, þú veist. Það er þetta sem ég vill láta breyta svolítið í kerfinu hjá okkur og svona aðeins að gefa fólki séns á að fá að vinna og ekki vera bara dæmdur bara út af einhverjum læknaskýrslum og vera ekki alltaf dæmdur, alltaf baktalaður, alltaf þetta. Ég veit að ég er búinn að lifa alveg góðu lífi en þetta er líka búið að vera ströggl að vera bara í ferðatösku og þreyttur, þú veist, það er þreytandi að taka flug og bara, þú veist, fyrir mig sem andlega veikur þá verð ég bara óstjórnlegur og bara fór bara að drekka til að deyfa mig. Í rauninni, ég fór bara að gera það og bara og þó að maður sé hættur þá þú veist, allir náttúrulega hamingjusamir, hættur en samt ekki svona tekið neitt mark á manni. Maður svona, þetta svona, ég þurfi að sanna mig ennþá meira. Ég bara þurfi að, vá, þetta svo skrítið
og sérstaklega að vera að tala þetta núna í koronavírus, þegar COVID að þá þurfum við að standa saman og hafa augun, þú veist, með hvort öðru og hugsa vel náungan og koma fram við náungan eins og þú vilt koma, þú veist, þið fattir hvað ég á við. Við þurfum að standast líka þess að vera að vera inni og loka okkur og allt þetta eftir þríeykinu og allt þetta, en þessi innilokun náttúrulega ekki góð, sérstaklega ekki fyrir andlegu hliðina, en maður getur farið út og allan fengið að anda út á svölum eða út í garði og einhvern veginn mér finnst einhvern veginn svo mikilvægt að það sé rætt þessa hluti líka í COVID, að það fullt af fólki sem eru að glíma við sömu vandamál og að berjast við kerfið og læknarnir ekki alveg að hlusta á mann, af því að þeir halda bara að þú sért bara sápukúla sem springur, sápukúla sem eins og þessi sé eitthvað tímasprengja, sápukúla sem bara, þú veist, sem springur alltaf. Þú veist, já, ég vildi tjá mig meira þetta mál og vildi tala að þetta mál skiptir mjög miklu, sérstaklega núna í COVID, og ég að meina það, það fullt af hlutum sem að gerast hjá mér og ég bara skrifa allt niður og hef rosalega mikið hugmyndar og allt þetta, og auðvitað veit ég alveg þó þegar ég fer í maníu, ég veit að því og ég bakka út úr því. Þú veist, fólk, þú veist, sem búin að vinna í sér, þú veist, það hjá sálfræðing, geðlækni eða einhvers annar staðar eða tala við Guð, prest eða eitthvað, það þarf að hlusta og taka líka mark á því, ekki bara setja það bara í eitthvað box og ýta þeim bara þangað. Við þurfum að standa saman og þurfum að hjálpa hvort öðru. Það eru skilaboðin mín og ég óska öllum bara góða heilsu, nærgætni, ást og bara love og bara big knús til ykkar sem í vandræðum og peningalesið og allt, þú veist, bara big hug. Og ég skil alveg að auðvitað þetta mikið högg að fá eitthvað svona faraldur. Við erum að lifa í gegnum tíma sem ég þekki ekki. En samt þurfum við að vera opin fyrir öllu. Það má ekki bara labba framhjá fólki sem þarf kannski aðstoð. Og kannski ekki gefið plattform af því að þessi gaur svona, þú veist, já, hann Ari, hann snarklikkaða gaur, þú veist, halló, ég með heila og ég væri, þú veist, menn þetta líka eina sem ég kann, það bara að tala við kameru, menn ég hef ekkert lært neitt annað og ég búinn að gera, ég væri ekki hérna í dag ef ég væri ekki búinn að vinna mikið í mér. Þannig að ég held að við getum öll unnið í okkur og verið kurteis og verið bara saman í þessu, standa saman og bara amen eða. Ég ætla að segja þetta gott í bili, elski ykkur, love.